Gagnaleki yfirleitt skilgreindur sem óviljandi eða viljandi dreifing gagna úr umhverfi sem öruggt yfir í umhverfi sem óöruggt eða óþekkt. Við erum búin að sjá mjög mikið af gagnalekum undanfarin ár og við erum vonandi að læra á þeim. Þannig að við séum að beita aðferðum til þess að vernda gögnin betur. Stóra aukningin undanfarið tengist því aðalega að fólk farið að gera sér miklu meira grein fyrir verðmæti upplýsinga. Það og svo bara aukningin á gögnum í rafrænu formi og fjöldi fólk sem að vinna með gögn í rafrænu formi. Áhættuþættirnir eru víða. Við erum yfirleitt að tala um einhvers konar veikleika í kerfum eða ferlum eða hjá í rauninni starfsfólki, að starfsfólk sé ekki nægilega meðvitað hversu mikilvæg gögnin eru og hversu mikilvægt að vernda þau. Almennt séð að þá staða fyrirtæki hér á Íslandi ekki neitt ofsalega beisin, að fyrirtæki í allflestum tilfellum ekki með neinar varnir til að taka á gagnalekum. Það er nú oft talað um það að þessi gagnalekar nýta sér innherja, annarkvort sem eru ómeðvitað að taka þátt í einhvers konar leka. Þeir eru plataðir til þess að veita upplýsingar eða þeir gera það vísvitandi. Fyrirtæki geta beitt mörgum mismunandi leiðum til þess að verjast gagnalekum. Hægt að byrja bara á því að fræða fólk það, hvað það á að gera í sambandi við tölvupóst og umgengni upplýsinga hjá sér. Það einföld og ódýr leið til þess að hefja þessa vegferð. Og næsta skref þá í raun að fara að skoða einhvers konar öryggislausnir. Gagnaöryggishugbúnaður, hann gengur út á það að veita yfirsýn yfir það hvernig viðkvæm gögn hreyfast út úr fyrirtækinu. Þá hver að senda gögn, hvaða gögn, hvert þau að fara og með hvaða hætti þau voru send. Við munum sjá enn meiri aukningu og það kannski tengist því aðalega að tölvuþrjótar eru ekki undanskildir þegar kemur að því að meta verðmæti upplýsinga. Og þannig að mesta aukningin sem við munum líklega sjá í gagnaþjófnaði.